Skrítið sko. Þetta svolítið skrítið, right? Skrítið tilfinning sko. Og stressaður. Já, ekkert að stressa maður, ég stressaður maður. Þú veist, ég er ekki stressað að tala krabbameini bara. Já, bara allt þetta, eitthvað svona. Já. All the cameras, man! Frægur sko. Svo líka, það sem þið sjáðu ekki á podcastinu, það er 25 mann sem aftan að horfa á okkur, dæma okkur, skrifa okkur. 100% sko. Þetta er bara ég, þú og kötturinn maður, við erum mættir hún á poddi, Jói blessaður, Sæll. mættir feskur maður. Þú varst að segja mér, þetta er bara fyrst getið sem þú varst að hitta ykkur bara í alveg nokkrum mánuði. Eða bara svona, nema Óli er náttúrulega vinnin, hann. Já, og nokkri aðri vinni kannski. Couple. Þannig að þú veist, þú sendir á mig bara, ég man ekki hvernig við byrjum aftur að tala saman eitthvað fyrir nokkrum mánuði. Ég held að ég sendi bara mynda Já. Tölvuskján, nei, ég sendi mynda að ég var bara spítala eitthvað, ég sendi mynda okkur Svoleiðis maður. Ég sendi eitthvað mynda á loftinu og sást í ykkur Já, svona eitthvað ljós ævipoka eitthvað. Já. En þannig að þú, viltu kannski bara segja what's happening maður, þú ert búin að vera með krabbamein right núna, síðustu, 3 mánuði, 4 mánuði, eitthvað þess? Ég held að það sé 3 mánuði. Ég er ekki búin að vera með það lengur, sko, en shit, ég veit alveg að ég er búin að vera með það í 3 mánuði, sko. 3-4. Þannig að þú veist ekki að tala um áðan, þú veist ekki að, hvað misdiagnosed, eitthvað. Já, mér líði svoleið, sko. Já, að ég ekki bara go into it, maður, fucking. Að ég ekki bara segja alla söguna, bara. Ég til ég, sko, þið vilt go deep, maður, fucking. Ég skal bara byrja að ræða, ég var atvinnulegs í langan tíma, eftir base parking. Já, varst ekki neitt bara eftir base parking? Nei, við vorum að vinna saman, hvað, 2019 eða eitthvað? Já. Svo ég hætti náttúrulega að ná út að svona hætti, en samt var ég svona leiðin sem ég var að reikina á saman tíma, því ég var gett óánægir. Já. Og ég segi bara Ómar, Ómar vildi spjalla um mig, það. En svo segði hann bara, nei, þú mútt alveg hætta. Þú getur sett mækinn aðeins neður og næri. Svona, það ekki alveg margir sögum með base parking, shady shit. En þú veist, hvað var það? Bara eitthvað var hann ekki að borga þér eitthvað svona kætt? Jú, ég bara, mér leiði eins og ég var í biðin, þetta er eins og ég var einn að vinna. Og það var kannski bara, ég átti stundum ekki að gera þetta, en ég reddaði bara eitthvað, sagði mér eitthvað að koma að vinna bara með mér. Já, hann var alveg sama, right? Nei, hann var ósáttur, ef ég átti ekki að gera þetta. Hvernig get ég farið út í út í garð og sótt 5 bómbíla og ekkert komir þangað. Núna er ekki hægt að vera einn lengur, sko. Það er impossible að vera eitthvað, ég ferja 20 bíla sjálfur og fucking 30 tilbaka. Já, það er ekki hægt. Og svo ég náttúrulega fór svo atvinnulegsbótum, ég sagði bara við að ég hætti og ég fór atvinnulegsbótum og svo fekk ég vinnu í álverunni í Hafnarfirðinni, sko. En ég var ekki að vinna fyrir álveri, ég var að vinna fyrir álveri sem verktaki, en ég var ekki að vinna í álverunni, ég var að vinna fyrir fyrirtæki sem steipar og allt hana. Ok, ég ætla bara að spóla hana, ég var að vinna hana með ólaga, og svo bara einn daginn kom ég út af álveri, ég byrjaði bara að hósta og fæ ekki mikið. Shit. Og ég fekk ekki svona blóð svona bara í kjaftinn. Já, út af ég var að hósta ekki mikið og ég eitthvað, fuck, ok, pældi ekki til, svo kom þetta fyrir alltaf nokkuð skipti. Og ég held að þetta var bara út á fucking andrúmslofti en inni, þetta er allt súrál og eitthvað. Akkurat, ekki gott shit, sko. Svo ok, það líður geða langur tími og svo er ég bara einn daginn held ég vakna bara. Ég held ég vakna bara og ég er bara fucking hérna, ég er bara fucking vant að anda og svo við gett illt hérna, ég er bara fer samt að vinna. Og ég bara vinn út daginn og svo er ég bara, nei, ég geti þetta ekki, segi bara manni minn, hei, ég er að fara til læknis, eigandinn er alltaf alveg saman, já, fara til læknis. Já. Af því hann er cool, sko. Já, góð stjóri með þetta. Svo fer ég hana og ég fæ tíma og svo er að spyrja mig ekki mikið spurningar, svo byrja ég að skoða hjarta mitt, tengja mig eitthvað hjartamælir. Já. Ekki neitt. Shit. Og svo er ég bara sendur inn í stofu og bara, já, þú ert með millirauðagigt. Og ég bara, já. Var það svona super serious, eða? Hvernig var það? Nei, það var ekki neitt, hún bara, já, fara í sund og þá fara þetta ekkert aftur. What? We have a cure, hérna er sundkort. Já, hún bara, ég hreyfiði meira og fara þetta aldrei aftur, eitthvað. Það svo var ekki eins og góðum minn maður. Ég hreyfiði mig frekar mikið, sko.
ég meina ég að vinna sko og hún bara og ég bara ok, þú veist af því mér var líka gett illt í hægri hendinni á sama tíma eins og svona eitthvað stroke eða eitthvað já, bara, og hún bara ég sagði bara við henni, já, ég er svo fegin það var ekki vinstra megin, það var eitthvað fyrir hjartafall og já, shit og svo sendum við bara heim sendum við bara, ég fór bara eftir upp í vinnu og sagði við eiganda, já, ég er með millir ef ekki hann bara, já, þú tökur það bara rólega sem eftir að daginn svo ég var að lappa álverið með slípar og bara ekki að slípa ykkur á hotni bara eitthvað ég var að nota vitleisa skeifuna eða skífuna svo ég notaði svona gett þunna svo skust á og skust í fótina mér ok, þannig að þú þannig að komið eitthvað með gikt og nú ertu með brotið fót já, ég var góður sko en þannig að ég var heppinn sko en svo leið það bara svo næstu dag og svo fór ég að vinna þakverkefni og við vorum búin að vinna það í taugur þá byrjaði að fá gett illt hérna niðri í mænni og ég var bara ég pældi ekkert mikið í það fyrir ég er að vinna í halla ég er bara gauður, þetta er eitthvað brota, ég er að vinna á þakinu já, eitthvað út á bakinu og svona já, veist það fyrir, við erum að vinna í halla og við erum að skipta rennur þessi vatni rennur og já, ertu þá með rassin uppi og hausin niður nei, sko, veist þannig að þú sé álverið, tvær byggingarnar já. Á milli er annað þak sem er svona kælugangurinn heitir þetta og voru að skiptum bara alla rennuna hana já, þar á milli og mér var illt í bakinu þannig eftir 2 vikur ég bara, já, ok, þú veist ætlaði bara fyrir að vinna á þakinu og ég var atvinnulaus í gett langa tíma og ég bara hvað fuckina já, þetta er bara eitthvað harkjusamur maður ekki bara, þú veist, ég bara sökka skilur og ég bara var ekkert að vinna sjá hvernig kall maður neyru bara, ég er bara einmikið og svo fór ég bara eða svo bara fóru það ég minni mig, ég fór til læknis út því líka hann bara, bara með bólgu gaf með bólguðandi hérna í Keflavík, sko, ég fekk bara bólguðandi já, við náttúrulega vitum hversu geggjaður spítalan eru í Keflavík hérna hann gaf mér bara bólguðandi og ég bara ég er náttúrulega bara, þú veist 20 ára og ég bara, já fuck it, já, bara þetta sem að læknir segir maður já, þú veist, ég bara, þú veist, já af því hann var get confident með að segja mér þetta er bólguðandi ekki kjaftaði, sko ég bara, ok þetta mun laga, sko og ég náttúrulega bara, já byrjaði að taka þessa bólguðandi og svo fór náttúrulega bara að berginu og ég bara já það var það bara farið svo kom 2 vikur setna byrjaði að fá þetta aftur það var right back já, og svo líka inn á milli var ég ofta að hlæja hann að kaffistofu og það kom svona flautuhljóð eða svona loft wow. og Óli var alltaf bara gaur ó já, þegar hlæraði eitthvað svona já, það kom svona já, hann eitthvað, þú hljómar er svo lest þú veist, gamli kallar hann alltaf hlæja þegar ég fór að hlæja þegar ég bara og þeir var eitthvað, þú hljómar er svo lest alltaf að hlæja þér maður þeir eitthvað, hljómar er svo lest ég eitthvað, þú var að láta kíkja á þetta ég bara, nei maður, þetta er alltaf leið ekki kjaftaði, sko ég segi bara, þetta er bara þurr í hálsinu með eitthvað alltaf að koma svona afsökunni til að segja sér ekki neitt á þessir og svo byrjaði að vera aftur illt í bakinu það byrjaði bara alltaf að koma tilbaka já, svo byrjaði að hósta gett mikið einn morgunin já bara vatnaði og ég bara hósta alltaf því ég vatnaði gett mikið og hóstaði örugglega í svona nokkra mínútur bara þangað til bara gæti ekki stoppa svo var ég góður já. svo fór ég bara alltaf að vinna og svo kom ég heim og það byrjaði alltaf að hósta þannig að þegar þú ert í álverinu þá er það fine all the fumes já, ég held að það sé bara kjör sko, já, fyrir að vinna í álverinu, sko, þetta er besta sniffa ári nei, og svo var bara það ég var búin að vera ekki hóstarlega í nokkra daga og þá var mamma bara eitthvað, þú verður að fara til læknis og með pluss verkinir aftur ég kom heim ég venir að fór bara í töluna en ég fór bara í sófan og lág hana bara fuck bara drepast bara já, ég tók verkjatöflu það hjálpaði ekki sko. fuck man ég prófaði að taka einhverju liquid verkjað og ég bara bara að drink the whole bottle skilur ekki máli og svo var ég alltaf að spila með manneski og ég var alltaf bara eitthvað segja mér sér illt og eitthvað bara eitthvað hætti að vera pussy það er enginn í kringum þig hálfæður ég bara já, ok bara herri, ég fann að svo ég get ekki verið í tölunleikur minn svo illt, hætti að vera pussy ég bara, ok það er svo gauð 12 ára ég bara, ég skal alltaf fram að spila maður og svo já, alltaf að segja eitthvað nei, okay. ég bara hlusta sko og svo fer ég til læknis í Keflavík
please segðu mér að hann bara eitthvað, þú veist, skar tána af þér eða eitthvað skilur bara Ég samkvæmt sko einhverju mannesku fekk ég svona, manni hvað hann heitir en hann svona erfiður gæði til að konvinsa að það sé eitthvað af þér Já, ok og hann ég eitthvað hitt hann, fór hann inn og sest niður, hann eitthvað ég eitthvað segði við hann, þú veist, bara, ég að drepast í bakinu, ég að hósta fucking mikið ég enda að segja ekkert með baki, ég segði bara með hósta, ég var að hósta ekkert mikið og ég vinn í alvörinu og hann eitthvað, getur það bara ekki verið ríkið eða eitthvað, ég heldur sér bara ríkið ég segi bara, en ég ekkert að vakna á mótnana og hósta ykkur 3 mínútur og eins og sé að deyja hann eitthvað, ok, sendum við þá bara í myndatöku Svona x-ray bara yfir allan líkamann eða já, bara svona lungun Já svo ég held ég fór saman dag og fór ég bara inn á bráðamóttöku eða eitthvað og hann þar fór ég í myndatökuna ég man ekki betur ég fór í myndatökuna og tók mynd og svo tók mynd í myndatökunni ég lá hana niður og ég fekk hana og sett í með æðarlegg já, er ekki dælt í því svona svona til að glóa upp sett hana ég var aldrei bara x-ray svo freaky sko já, þetta er bara eitthvað ég set hana ég seti með æðarlegg dæli með ykkur litefni til þetta eitthvað Er þetta þessi vél sem að fer hann inn leggst á borðið og svona já, þeir segja að liggja niður og svo er það bara hann hefur leggja svona og svo setja kotta undir fætuna hennar og svo ríða þær í rassinn bara já, svo taka þær í bekkin og dælefni í rassina the liquid gotta go somewhere sko já, og svo leggst ég og ég fer hann inn svo dælar efnið sem lætur svona finna hýta í rassinn nú ert að ljúga hann var að ríða í rassinn þeir segja sko ok, þeir byrja að taka fyrst myndina ánsættefni og svo ertu með æðarleggin hérna og svo er það tengt í eitthvað efni og svo segja, já ok, svo fer þetta efni mun láta að líða svo að pissa á því svo myndi finna hiti í rassinum og hausinu og ég eitthvað, what the fuck fucking freaky shit man. Já, og ég bara eitthvað seta hana og bara verið að byrja að dæla og bara byrja að fá eitthvað svag, ég fekk ekki pissutilvíki, ég fekk fucking mikið hita í raskan og ég eitthvað, wow this is kinda nice og ég kem út og ég bara, já, þetta var sagði bara hana, já, ég fann fyrir hitan í rassin beint í hann og hann eitthvað, á og svo fór ég og hitti læknir sem hún var að tala í síman veist, ég átti ekki tíma hjá honum ég bara demanda að fá að hitta hann eiginlega bara, veist, ég sagði bara, veist ég vil fá að hitta hann að gæja, skilju, veist er það sami gaurin og var erfitt að konvinsa? Nei, þetta var annan gæji ég man ekki alveg hvernig ég var að tala við hann í síman á og til, sko og ég hitti hann ég hitti hann og hann fóð mér með stofu og hann eitthvað við vorum að tala allt, sko hann bara spurði mig, hann byrjaði að tala krabbaminn já, bara upp og þurru bara já, spurði mig hvort það var krabbaminn í fjölskyldunum minna eitthvað bara pappa meginn, þú veist, hann bara systir hann, sko, hún fekk eitthvað krabbaminn í fótinn og þetta skera af og dói eitthvað þetta hljóma ekki að illa ég kann ekki söguna, hún skar fótinn svo dói eitthvað með þú veist, hún fekk krabbaminn og þetta var eitthvað svakalegt og já þú sagði þetta svo fyrir það hljóma ekki að illa, sko þannig að voru þið bara í stofan hans eða eitthvað hann var bara svona að spyrja út í krabbamenn já, svo byrjaði hann eitthvað láta mig gera eitthvað mann ekki hvort það hlustaði og spurði mig eitthvað spurningar og svo spaði hann að feilla eistur á mér og bara hann sjálfur bara já, veist, ég held að hann var að kíkja hvort ég er með eistnakrabbamenn eða eitthvað svo ég lá hann á hann eitthvað ég hef gert það, hvað varst að hugsa þegar hann var að gera það? Þetta var ekki fyrsta skipti sem læknir hefur gert það svo þetta var bara þetta var regular bara já, ég bara, þetta var annars skipti sem ég bara eitthvað ég horfði bara upp í lofti og ég hugsaði bara blenk, sko, ég bara eitthvað svo hann bara eitthvað já, hann var alltaf leið með þetta ok, og ég bara eitthvað ok og svo segir hann bara, þetta var svo langt samtal við vorum bara að tala um eitthvað og svo var hann bara eitthvað eftir svona, hann sagði bara, hann að hvað sem gerir, ekki googla þetta ég bara, já, þú veist, ég sagði bara hann, já, ég veit alveg hvað gerist þegar maður googlar og segir að maður þessu krabbamenn og maður er að vera að deyja og þrjá dagar til að lifa ég sagði bara þú veist, ég veit að kemur að maður sem er krabbamenn upp og eitthvað, hann eitthvað, já og svo segist hann alltaf hringi með myndinar ég fer heim svo líða helgi og ég kom inn á mánudaginn í vinna og ég bara eitthvað
fæ ég símtal frá Landspítala og ég eitthvað svara halló, eitthvað, já, þetta hann ritari frá Landspítalan eitthvað, þú ert að koma til okkar að hitta lúnalæknir. Lúnalæknir, það fyrir krabbamein eða eitthvað svoleiðis? Það svona lungnalæknir bara sem sérfræðis í lungun. Obvious. Já. Fucking dumbass, man. Og ég bara, og svo þetta kom í blóðpröfu klukkan þetta og ég eitthvað, nú? Nei, ég sagði reyndar ekki nú strax. Hún eitthvað, já, svo máttu taka einhvern með þér. Fuck. Fleiri eyru eitthvað. Varst ekki þá bara eitthvað, you motherfuckers know something. Já, ég var bara, fuck. Já, ég var líka búin að vera að djóka í vinnuna, sko. Shit. Ég var búin að vera að djóka í vinnuna í staðlega nokkur dögum fyrir því ég vissi að það var eitthvað, sko. Það engin strákur 20 ára að drepa svona. Já, þetta ógeðslega ómennilegt. Já, og ég var bara eitthvað, Óli var í liftaranum og á liftaranum svona slædklukki og ég eitthvað opnaði bara maður fætt tilbúin með 3 með kímó eða eitthvað. Hann eitthvað fokkaði, lokaði klukkunum. Maður tilbúin með 3. Ég var búin að vera að fokki í öllum í vinninu bara, ég var að fara Ég sakna að vinna með þér og Óla, sko, það var svo fucking gaman og fyndið. Faceparking. Já, maður. Það alveg gaman að unna þær, sko. Það var góða tímar. Já, maður. Og svo þannig að hann er að leita tilbúin með 3 og þú fyrir lænin. Og hann eitthvað fucking pirraður og lokaði klukkunum bara hvað fokkaðir. Og ég er búin að vera að djóki í vinnu bara gauðir. Ég segja ég með krabbamenn eitthvað, sko. Og villi hann eitthvað, gauður, þú ert ekki með fokkin krabbamenn. Hann bara búin að fá nóg að heyra þetta. Hann bara, það er ekki þetta, hann er búin að vera haltur hann að drepa sig í vinnunni alltaf. Akkurat í svona vinnum líka þegar þú veist, í fiskpakningu eða whatever, það er allir sama. Þegið, þú ert ekki með kímó með það. Og svo, veist, það er búin að vera, svo var eitthvað sad tónlist alltaf í vinnunni og svona í útvarpinu. Já. Ég man eftir að það var rigningadagur. Svo bara svona tónlist bara sem myndir hlusta á jarðarför í gangi. Shit. Óli alltaf svona horfa á mig brosandi bara, ég er bara, ég er að segja það. Óli sem ekki dick. Hann er svona að hugsa mig af því ég er bara eitthvað, ég segja ég er að deyja, sko. Svo tónlist er að segja það, sko. Hvenær þegar þú ferð til lækni, tekur þú við mömmuðin eða eitthvað? Nei, mamma, man ekki hvað hún var að gera, ég tók bara Óla, sko, því ég var að vinna saman. Ég hringdi bara í bossinn og sagði bara, herru, það er ekkert að gera í vinnunni. Má ekki bara taka Óla, útskýra fyrir hann, bara ekki bara taka Óla með mér, hann eitthvað, jú. Shit, maður. Og við eitthvað Óli, og maður kom með mér. Þið er bara eitthvað boys trip, maður, let's go. Já, bara eitthvað to the doctors. Svo ég fyrir bara bílum mínum og ég leiði honum að keyra og ég eitthvað setja hana bara, æja, ég var svona að hugsa bara. Ég vissi að það væri eitthvað, sko. Já, bara svona að hugsa í hausnum mínum. Strax bara eitthvað, er þetta krabbmein, bara... Já, svona, ég undirbjó mig undir þetta, skiljið, bara var búin að gera eitthvað með henni. Þetta er svo líkamenni mér búin að segja mér það væri eitthvað áður en það var eitthvað. Og ég var búin að fá að veit eitthvað. Þú vil ekki að þetta var búið að vera hvað, þú veist, 1 mánuður eða meira núna alveg að byggja upp, skilju. Já. Þannig að þú veist, það meikir alveg sens og þú búin að pæla í þessu alltaf og þarftu undirbúið. Svo fer ég hérna og ég fer í blóðpröfuna og svo fer ég upp og hitti sér svolítið læknir sem heitir Hrönn og hún við förum inn, Óli, ég segi bara, Óli kemur með mér og hún er eitthvað, spyrir mig bara fullt af spurningum, bara hefur ég gert þetta og bara svo svona er hún bara að spyrja mig fullt af einhverjum spurningum og ég bara er að svara þeim af því ég held að, ég bara ok, þetta er kannski slæmt að ég held svo hann bara, hérna svo byrjar hún útskýra fyrir lunga mitt, það er eitthvað vafning eða eitthvað sem má ekki vera hana, hún eitthvað, hérna sýndi mig mynd á lunganum mínu. Já. Hefur eitthvað tíma sem mynd á lunga? Nei, aldrei, sko. Nei, hver? Bara eitthvað svart eins og krabbmein ég sá myndina, ég sá eitthvað hvítt og svo var bara allt ósynlegt af því þegar það sést í getna lunga þetta fyrir loftið það svo sést ekki það, ég bara eitthvað horfði hana og get confused og Óli hefur greinlega séð mynd á lunga og vissalega hvað er í gangi og ég eitthvað svo heyri ég bara hlátur ég bara, af því ég var bara, hvað er lunga mitt? I got no lungs, bro. Og hún útskýr fyrir mig bara, já, og það var eitthvað hvítt hana fucking hvítu spottinu. Já, hver er það bara að segja ég hef verið að kynkja brundi eitthvað. Nei, og svo segja hann bara, það er ekkert að þetta á ekki að vera hana og segja bara að ég var að fara að mæta í berkjaspeglun á morgun. Berkjaspeglun, hvað er það fyrir? Það treða myndtölinn í hálsuna þér oh, wow, Jesus, man. Erstu vakandi, þú veist? Ég var vakandi, sko. Shit, man. Ég var svona vakandi hálfsofandi. Ég fekk bara kæruleysi. Já. Hún eitthvað, ok, þú ert að fara að mæta á morgun, við erum að fara
hún sagði bara, ég helst að gera þetta í gær þannig að mæta morgun, ég geri aðgerðinu sjálf nice. og bara bla 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 varst ekki strax bara kona bara síðut hún eitthvað, þetta bara rannsóknandagur á morgun, við erum að fara að rannsaka þig hún gett peppi í þetta hún bara lab rat ég eitthvað, horfði á Óla já, svo hún spurði mig hana þetta vinniðinni, hún bara, ég held að vera saman já, make sense ég held bara eitthvað, two dudes bara eitthvað saman two dudes in a hot bara þetta var kærasti minn að koma með mér að láta að sjá hvað var í leið með mér þú verður að taka kærasta með, sko, come on ef við eitthvað, nei, hún eitthvað en ég skil hana, fyrir þetta svona get svona personalegt shit og setja mæta hana og hún sé að segja allt þetta og hún vill bara vera viss ég bara, nei, hún var besti vinur minn sinn varst ekki svo bara kissa hann og bara ég bara, jú og svo fór ég heim og ég hringdi í mömmu ég bara ég kom heim og ég fekk svona berkjaspeglunblað til að taka mig ég slamma á borðið mamma, hún fór á Landspítalann ég fór í berkjaspeglun shit, hvernig var her reaction? Hún vissi að vera eitthvað sko því mamma hennar sko hún dó út að krabba minni sko já, amma mín líka sko þetta það er fucking creepy, amma dó right there í spítalunum sem er right there shit gluggan sem hún fucking dó hana hérna frá já, right there sko, já stundum að kvöldin er creepy sko en ég get það ekki sko já, þetta var alltaf 2010 hún var asshole sko okay. ég má alveg segja það sem ég vill mömmu núna sko. been a few years og mamma var náttúrulega bara ég fekk að vita frá mömmu held ég, hún var að tala við Óla einhvern daginn heima og ég heyrði það, hún var eitthvað að segja þegar voru eitthvað að tala skilur hvernig grindu, ég heyrði það, hún sagði það þegar ég sagði henni frá þessu, hún var svona strax að vera eitthvað hún var aldrei múið að segja það mig skilur þá vissi hún hana strax að vera eitthvað voru allir þá eftir það eða svona mamma og pappi en eitthvað svona acting weird svona já, mamma var bara svona hún var alveg búist þetta væri ekki neitt skilur samt og ég mæti hana og fyrsta sem ég gert er að ég þarf að skipta föt og fyrir svona svundu já, með svona rassin úti og eitthvað ég held að ég fekk að vera í buxurabílum sko já, ég fekk að vera í buxurabílum ég hefði spurt að fara nakin já svo og hann hún kemur inn og ég er náttúrulega gett stressaður og ég var að tróða myndavélina hálsum og taka svo síni úr lungaðinu síni? Svona þetta er myndavél með eitthvað svona fuck man, það eru að taka eitthvað svona já, bara úr lungaðinu what, hvernig í fuckunum did they figure that shit out gegnum árin og ég held að ég byrjaði að fara í einhverja myndatöku þetta var get cozy sko, ég þurfti ekki að labba neitt þannig að hafa rullað með mér á spítala þetta ég var fulli bara ég átt alveg að labba það var bara, mér var sett að vera að rulla með mér hjólastól sko daginn fyrir að því þú þarft að fasta og var hringt í mig að segja ég þarf að fasta, ég má ekki gera þetta og svo var rullað hjólastóli ég mæti hana, leggst í rúm ég rullar rúm út allt hversu þægilegt með ég fer fyrst í myndatöku sérst inn í skannan ég held ég sé skannan í klukkutíma og þá var auglýsing og ég fæ svona heyrnartól og því það heyrir svo hátt í þetta og hún spurði, hvað ætli hlusta á? Ég bara FM eða eitthvað hvað ertu, 85 ára? ég bara FM 957 eitthvað hún kveikir á rúf eða eitthvað skilur og ég er að hlusta á ráð bara menn, bara svona þingmenn í klukkutíma og svo kemur auglýsing fyrir Leiksteinn inn á milli Jesus maður ég fór í hlátiskastana ég eitthvað, wow, Jesus ertu í einhverju vél í klukkutíma eða hvað ertu? Já, ég er inn í svona skannan inn í svona the whole thing, er það ekki svona, þú veist, þú fyrir hana já, þú veist, þú leggur að back og svo ertu bara, enda þú vera svona já en minni mig, stundum þetta eru svona í sömum og það fer eftir hvort það sé að gefa efni annars getur það verið hérna og svo ferðu svona til að krysta bara ef það gerist eitthvað? Já, þú veist, þið fyrir líka óþægilega fyrir það er alveg frekar þröngt já, svo rennur þið fram og tilbaka í back og þeir eru svona skannaði upp og niður og þannig að ég sé svona að fólk fari í svona hausskannara og þá verður bara geðveitt óþægilegt, bara super tight já, það er frekar þröngt að neina sko. og ég er náttúrulega ekki að þarna claustrophobic en fyrir ég lá upp í rúmi fyrir tveimdum og var að hugsa út í þetta það fekk svona claustrophobic tilfinning bara að liggja upp í rúmi og hugsa út í þetta ég eitthvað, fokk að maður lakkar í til að fara næst en svo er þetta ekkert mál
Þarftu að fara oft í svona núna? Eða? Ég er eitthvað búin að fara svona 11 sinnum í svona skanna sko. Og hann ég fer í skannan og ég ligg hann í klukkutíma og ég eitthvað fuck Það hlusta á ráðmennina Já, og veist einhver gamalt fólk að ringja inn og okkur á ég að kjósa því Jesus Þetta var á þann tíma kosningarna sko. Já, ég meina að þú hefur lært eitthvað það Já, mér fannst þetta svo byrja að vera áhugavert Já Og svo var ég bara Svo var þetta loksins búið og svo hann ég rúllaður inn Hvert ég rúllaður næst Jú, svo sko dægurum var þannig, ég átti að fara í skannan Svo átti ég að fara í öndunarmælingar Svo átti ég að fara í berkjaspeglun Já. En ég vissi það, skilju Já. En ég fór frá skannan yfir í berkjaspeglun Og ég kom inn og það eru 2 hjúkur Og ég svona beðið til lækninni, ég svona í hausnum mínum Byrju, ég átti að fara í öndunarmælingar Í hausnum mínum Og ég ok Og svo lækninni komin inn Og hún ætlar að fara að gefa mig deyfefni Já. Þá kemur inn öndunarmælinga Það geta alltaf saman tíma Hún hver er Jóhannes Ég setja hana bektu bara tilbúin að fara að deyfa Þú ert eins og rap þarna, hún bara við Og hún hvað meinur þau? Hann hérna? Hann átti að koma í öndunarmælinga til mín Ha? Ég ég vissi að það var eitthvað Og ég fer hann í svundu að labba hana berfættu frammi á svona gangi og það bara fullt af fólki hrúga sko. Já Það er fólk að býða þetta að fara inn og ég að sundi og svo fer ég hann inn og þá þarf ég að mælir hæðina mína og þyngdi mín og svo hún svo kemur vél með svona púst hún bara þú að setja munniðin á þetta Pústur Þetta svona púst sem kjör upp og svo bara að býta og anda og ég var bara ekki alveg að skilja hana og ég gerði hún bara var að anda venjulega svo var að anda inn og svo út og ég gerði það vitlaust tvisvar hún var pirruð af því ég fokkaði upp sem sagt alltaf testið svo ég þurfti að gera aftur hún nei þú voru að gera þetta svona þess að löggar sé ekki stoppa hérna Já og svo loksins náði hún flott svo ég búinn vel gert svo labbaði ég tilbaka og svo og svo hvernig þeir deyfaði fyrir svona aðgerð það er með svona spray What? og þú þarft að anda þessu hundur þú þarft að gera svona og láta það svona já, kafur allt áti hérna já, þannig leikar það niður já og svo minn náttúrulega líkamanni vill ekki taka móti svo þú þarf að hosta upp á saman tíma þú þarf þú ert að deep throat eitthvað spray hérna já, basically og ég komst alveg, ég náði þess alveg skiljist, surprisingly hún var gett ánægð með mig, hún bara þú ert ekki svo flesti kartmennina sem bara 40 ára og bara nennir sig ekki 30 alltaf þessi saka kallar var hann beislega að segja ég tók alveg vel móti svo náði þessu gett vel og svo var þetta gett skrítið og svo bara lá ég á bekknum og ég náttúrulega gett stressaður ég haf aldrei verið gefinn kæruleysi lyf eða eitthvað svona og ég spurði einn af konuna og hún bara þetta er bara eins og eitthvað gott dóp já, geggja, gott að heyra svo er hann bara looking forward to it já og ég fæ náttúrulega legg sko aftur æðarlegg og það bara dælt í mig og hvað er það? Það er bara til að deyfa þig eða somnaði legginn já leggurinn er bara svona sem kemur hérna sem þeir setja ölskonaefni í þau getur gefið ég fatt ekki akkurat setja svona póka og whatever já og þetta er basically þeir bara í æð hérna já svo getur líka fengið það hérna já, þetta er great accessory, þú getur fengið fótinn já, þú getur fengið þetta hérna og fucking up your ass já, þú getur fengið alls það sko og þannig að ertu bara með opin augun bara meðan þeir eru að trúða sig bara nei, og svo dældur hún sig í mig og ég var bara hún var eitthvað að tala við mig skiljið svo var einn sem hélt í hendina með allar tíman svo var einn sem aðstóða Hrönn það ekki hana svo læknirinn já og ég man bara eftir að ég náttúrulega ég hata æðarlegg sko já það er fucking vont að vera að stinga sig en mér finnst það alltaf því þetta er svo lítið það að vera að reyna að koma sér í æðina
og ef þeir gera þetta vitlaust þá þurfa að taka út og Já, gera já, þetta aftur gerði það vitlaust í þetta skipti Nei, hún gera þetta rétt sko en Já, fyrsta skipti sem ég fekk svona þá konan sem gerði það mamma var eitthvað ég spurði konan hans hvort þetta verið vitlaust já, þegar það var að setja tími það var þann dag líka það var því að mætti hana og láði upp í rúmi þá var konan að fara að setja tími aldrei fengið svona aður Hún var bara ekki að stabbing you bara hugsta hana Já, ég sagði eitthvað mömmu Nei, ég sagði bara í hjúkurna Þetta var vont Hún eitthvað nei og mamma í bakgrunum Svo það segði mér það Og svo sagði hún Svo var konan bara, þetta ekkert mál Og svo sagði mamma í bakgrunum Jú, þetta vont sko, ekki ljúga krakkanum You fucking ljúga hann Og svo var hún gett stressuð þá hjúkuran Og var bara eitthvað, gera þetta vitlaust Mamma henni stressað Ég eitthvað alveg Mamma alltaf kaftur Og hún eitthvað tekur þetta út og sagði mömmu Konan sagði mömmu, æ, fór út og trubla mig og það stressa með hana Og svo reyndi hún aftur og náði því ekki Og svo hún þurfti að fara fram og segja það í hjúku Og ég bara eitthvað hana og svo kemur inn eldri kona Og ég hana, hún sé bara hversu stressi ég er að búið að stinga með tvisvar og feila því Allir búið að steppa hennar með Já, hún því og já, og svo, já, ég náttúrulega svo það var það sem gerðist og þá vissi ég að ég hataði að fá legg Þannig að núna, þú veist þegar þú eru að setja myndanlega ertu svona að það vakti? Ertu out? Ég var svona eiginlega out sko, ég man bara eftir ég var hana og hún hélt í hendina á mér og svo var sett fyrir andlit á mér svona, já, svona grímið? Nei, eitthvað svona svo bara eitthvað þvottapoka eða svona teppi yfir en ég sá svona undir Ástu að horfa á Já, ég var hérna, en ég held að ég hefði verið out fyrir myndaðan og fara inn sko þetta bara það var bara svaka shit, ég bara eitthvað hana og svo vaknaði ég og ég eitthvað sé eitthvað hana ég eitthvað, wow sá bara eitthvað fucking drastlu að fara hana og svo sopnaði ég aftur og svo var ég bara vakna og sopna og svo hérna mann ég bara eftir hana þegar þetta er alveg búið þá svona, þegar hún greip í síni þá mann ég bara eftir ég hóstaði fucking mikið og þá var ég bara að hósta blóði af því þess að það blætti inn alltaf frá hún greip í þetta og svo var hann bara eitthvað og ég var bara eitthvað hósta á fullu og hún bara, þú sendir þig mjög vel og eitthvað, ég heyra þess að bara stopnaði aftur og svo þannig að Fækstu svona sticker, svona stjörnir ég er að segja þér að ég átti skili stjörnir þann dag sko. Ég fekk ekki svo sleikjó ekki bullshit og svo vaknaði ég og ég var rúllaði bara yfir í rúmi skiljið, rúmi var bara fært upp fyrir hlina og mér var rúllaður svo var ég rúllaði upp í herbyggi og þú veist, þeir myndi koma 2 klukkutíma setna og gefa mig eitthvað niðurstöður og ég fór hann inn og ég lá hana bara og mamma var hana inni líka og hún chillaði bara hlina mér svo koma þér inn sko og kemur læknirinn inn með hjúkrunarfræðing þá var ég bara shit þá vissi strax að vera eitthvað sko og hún líka bara geta alvarlega í andlunni ég set hann upprétt í rúmi og ég bara shit hún eitthvað byrjar að tala þetta og ég var bara man ekki mikið að segja svo sagði bara allt í henni krabbamein bara krabbamein já, ég eitthvað og svo sagði hann strax þetta það er ekki lungakrabbamein sem bara strax við líf já, það er alveg really serious af því þetta var náttúrulega í lungaðinu og hún bara sagði þetta var ekki lungakrabbamein og þú veist mamma náttúrulega hún bara eitthvað crying, you know, eitthvað skiljið hún fór fram með hjúkrunar og ég eitthvað fór bara frá það hún fór bara, hjúkrunar fór með hana fram já. Ég eitthvað sagði bara, þegar hún sagði þetta mig læknin ég eitthvað, ég sagði bara já ég sagði ekki, ég sagði bara eitthvað já, og bara eitthvað gef mikið að hugsa og hana þú ert bara pælendalist bara já, ég bara alltaf fara gegnum hausinn ég bara, það fyrir maður alltaf verið í lífinu sem bara, shit, hvað ég verið ekki til að fá krabbamein svo allt einu bara free cancer hey, cancer boy og hún eitthvað byrjaði bara að tala það og ég sagði bara hana strax bara, en þú veist, það var náttúrulega ekki komið niðurstöð út hvernig krabbamein þetta var það er ennþá meira þetta var bara some type of cancer bara, þeir gátt ekki fundið út úr almennilega út úr þessu síni en þeir ætla að senda ég áfram að vinna mér út úr því og ég sagði bara en þeir gruna þetta var eitthvað íklakrabbamein Hodgkins sem ég er með já. sem er ekkit slæmt
Hvað það? Ég reyndi að spyrja eitthvað mömmu það, hvað Hodgkins væri, sko. Það sem sagt ég búin að gleyma því, sko það sem sagt þetta, sko, Hodgkins sko, það til Hodgkins og til non-Hodgkins. Já. Ég minna að Hodgkins sé betra og non-Hodgkins sé verra. Okay. Ég held að 10% fá Hodgkins já. sem svona betra og hinn bara fá hitt og já. Og Hodgkins eðalegt með það mjög mikið með úlingar, sko. Já, shit. Og þetta sérst bara eitthvað eitra, þetta sérst eitthvað fruma sem breytist í eitafrumur og byrja á, þetta bara eins og cancer, bara byrja að geta allt og multiply and shit. Hún útskýraði eitthvað þannig og ég bara eitthvað en ég sagði við hana bara eitthvað strax bara, ég er ungur, þið hlýtur ekki að geta mikið fyrir mig, skilur. Já, come on. Já, bara eitthvað, og hann eitthvað gaf mig ekki beint já. Fuck, man. En hún var gett peppi hvað ég tók út að geta vel og gett jákvæð strax. Já, ok. Og svo bara, viltu eitthvað borða? Og ég eitthvað, já. Svo mamma bara, herri, ég ætla nýrið til bíl, ég býði til þar. Og hjúkran hann eitthvað svo, bara ég ætla að vera að borða og svo skal ég fylgja það niður. Ég bara, fylgja mig niður. Heldur hann að ég að fara að hoppa út á gluggan eða? Fuck, man. Það lítur út fyrir þannig, hjúkran að láta hjúkra fylgja niður. Ég samlokan og alright, og núna hoppa út á gluggan. Og svo eitthvað, satt ég upp í borðinu og ferði svona borðið satt í rúminu og ég var með svona stóra gluggan í herbyggi sem svona horfði út á bæinn og horfði út á veginn, aðalveginn, og ég eitthvað var hann að borða og bara, shit, ég er með krabbamein. Shit, maður. Hvað varstu svona að hugsa mest? Varstu að pæla bara að deyja eða eitthvað svoleiðis eða? Nei, ég grunnaði ekki, ég vissi ekki neitt þá en ég vissi alveg ég var ekkert að fara að deyja, sko. Allan hvernig það hljómaði, skilur. Þú líka sagði að varst jákvæður, það er fucking gott að heyra þú bara, það er allan að fyrsta sem ég hugsaði bara. Þú átt að vera jákvæður þessu hluti og ég úr neikvæður að mér er líkur að þú dreipir sjálfa það, skilur. Ekki þú sett að fara að dreipa sjálfa, skilur, svona. Þetta verður verra bara. Já, þetta verður bara verra fyrir, það mér er líkur að deyjir. Þetta eins og þú myndir fá krabbamein og ég hugsa þannig og ég marga tala, þú myndir bara leggjast upp á hlið og gefast upp. Það mér er líkur að hunni. Akkurat. En þú ert jákvæður allan tíman og ert bara þá virkar það, skilur. Og þannig þú, hvað ferður svo bara inn í bílnum með mömmu og hvernig þetta ride home? Holy shit. Ég og ég búin að borða hjúkran 5 með mig niður. Ég segi við hann sem ég segi við læknir bara, ég segi við hann ég get jákvæður þessu, ég segi bara við hann bara, og ég ætla alltaf að segja hann, ég er ekkert að drepa slaka á maður, ég get bara að hoppa út á hann að glugga hérna, sko. Ég segi bara við hann, ég segi bara, ég get jákvæður þessu, segir og segi bara, þið lítið geti gert mikið fyrir mig ég í liftina, við erum leiðinni niður, bara, þá segi ég ekki með þér í hjúkuna. Hún svona, alltaf að kíkja á mig, bara tjekka hvað sé lægi með mig og ég bara liftina, leiðinni niður. Svo kem ég út hann viltu ég fylgja þér bílum? Ég nei og það segi bara takk fyrir og fer út í bíl og ég mamma er gett sorgmætt ég segi mömmu, ég er ekkert að fara að deyja, sko. Hún ég veit það alveg. Shit, maður. Alltaf hlýtur að vera fucking ógslegt að vera mamman alltaf og heyra þetta við barnið, sko. Svo líka bara, þegar mamma einn deyr og það svona krabbamenn, svo fær sonur einn krabbamenn, skilja. Shit, mamma einn er með worst luck, sko. Já. Ég segi bara hann, ég er ekkert að deyja og hún ég veit það alveg. Og svo erum við að keyra heim. Hún vill ekki segja fjölskyldinu grúpunni frá þessu, jú, gera bara við ekki með heim. Hvað skrifaðu bara á Facebook? Já, I got cancer. Ég segi við Óla. Það er að finna það. Svo ég sendi hann svo mikið shit á dag, ég menn aldrei finna þetta. Já, ekki maður. Ég segi við hann vissi, sko, ég var að fara í þetta allt af ég fyrir frívinni. Ég segi bara hann, ég er með krabbamein. Það er eina sem ég sendi á hann, eina lína. Og hann byrja að senda mig fyllir. Ég bara, en ég er ekki að fara að deyja, sko. Ég segi við hann, það er skilur ég, af því ímynda úr í vinninni, svo færði bara skilbóð, ég er með krabbamein. Ég ætla að taka þetta lengra bara og ég er á þetta. Ég sendi bara, ég er með krabbamein, hann bara svona gett góða vínu, sendi bara svona línu og ekki svara hann svo í 3 tíma. Þú voru að get some pranks in there, sko. Já. Svo, leiðinni heim, við fyrir aktutakti og svo keyrum við bara heim og mamma var ég vildi ekki að þið tekið þetta skilju og gengið með þetta sjálf. Ég
nei maður, ég yngri, það miklu betra að ég sé með þetta, meira líkur að ég lifi þetta hún eitthvað, hættu þessu positive as hell maður og svo fyrir ég heim og svo hringir Hrönn læknirinn í mig 2 dögum seinna eitthvað og segir bara að það sé ekki ennþá búið að vinna út úr þessu sýni það er ekki ennþá búið að fá eitthvað út úr þessu þú ert ekki complicated motherfucker já, ég er bara ekki búin að vera ég er náttúrulega bara ekki búin að mæta í vinnu af því ég er náttúrulega ég er bara heima og hún er eitthvað, það er ekki ennþá búið að vinna út það er ekki ennþá búið að finna út úr þessu það er bara, þú veist, þeir eru að vinna í þessu en það er bara ekki hægt að fá út hvað þetta er úr þessu sýni og hann bara, þú veist, það getur verið og þú þurft að koma inn og þurfum að taka annað sýni já, það var, ég fuck og en við erum að senda sýni til blóðlækna eitthvað og þeir getur eitthvað að finna út í og ég er bara eitthvað, cool sick, alright og svo sem sagt læknirinn sem ég að tala í síman á hann hringir svo í mig 2 dögum seinna eitthvað hann eitthvað, sæll Jóhannes þú veist, þú þarft að koma inn fyrir annað sýni við náðum ekki að vinna út úr þessu og ég eitthvað, shit svo er ég mættur aftur upp á Fossvogi liggjandi í rúmi komur aftur í kóngastólinn sko. já, veistu, ok, ég fæ að vita líka að það er fokkjum vont hvernig að taka þetta sýni þú liggur á bakinu og taka úr bakinu frá bakinu í lungan eitthvað megin já, liggur á maðurinn svona já, ég liggur á maðurinn og svo er rúllað mig inn í skannan og rúllað mig út og svo gefið þá sjáu ég hvað þetta er og svo gefið deyfefni virkar ekki sko og svo er eitthvað stungi í þig og ég eitthvað tekið út eitthvað svoleiðis já, ég held að það var að gera þetta ég spurði Hrönn bara, er þetta vont? Ég ætla ekki að ljúga hann til fucking vont þá byrja ég að vera fucking stressaður sko þeir reynda að gefa mig eitthvað róandi töflu ég hann ennþá bara shit maður eitthvað stingi eitthvað í bakið maður já, og svo segir hann eitthvað það er hægt á því að lunga getur fallið saman eitthvað fuck maður, þessi Hrönn sko og ég eitthvað, shit maður fuck maður og svo rúllaði hann svo hann, ég man ekki ég held að ég var að rúlla með rúminu niður og ég kom inn og ég bara sett mig að liggja bekkinn og ég ligg hana og gert þetta, rúlla mig inn og út til að sjá hvað þetta er þá kemur læknirinn inn sem gerir þetta hann er eitthvað sæll Jóhannes eitthvað svona slæri bakið mig þú stressaður ég eitthvað hana já, ég bara fokkaði stressaður og hann eitthvað já, ég ætla að gefa þér staðdeyfingina núna hann eitthvað og ég eitthvað staðdeyfingin hún er alltaf maður finnur alltaf fyrir efni fara í bakið það er svona fucking, það er ekki vont en það er svona óþægilegt bara svo sem ég var að setja sýra í bakið þér og ég bara eitthvað ok og svo sýnaði mér hljóði það er svona gett svona hátt smellur hann eitthvað, þá er ég búin að taka sýni og ég bara ok, hann er að taka 1 skilur já, hvað tekur hann mörg? hann tekur hana og ég eitthvað ég held að það er að liðið í mig sko, ég öskraði bara fuck hvað þetta er vont hann eitthvað, svo heyri ég aftur þá stoppa verkinu strax af því ég bara eitthvað what the fuck, og hvað hann að gera annað svo gerir hann aftur í 3. skipti þá sló ég bara í bekkin sem ég lá og ég bara öskraði hann eitthvað, ég er búinn Jóhannes, ég er búinn og svo hann var hræddur um mig að fara að standa upp á lefnina og ég eitthvað að lá hana ég held að ég var bara að ég var að deyja ég held að ég sé að fara að æla þeir eitthvað, snúinu við eitthvað snöðu mig við og lyftu fætinu mér upp til að koma blóð í heilan og eitthvað og ég eitthvað lá hana og svo rúllaði mig komaði mér yfir í rúminu mínu og svo var bara eitthvað, herri setjum fram að gang þannig til að sótti og ég eitthvað fyrir að rúlla mig fram að rúmi fram að gang og ég eitthvað með sængir yfir mig og lá hana og ég var hann gett ringlaður ég leiti upp í ljósi, bara svo svona ljós og ég myndi sjá það svona 5-falt já, það er allt bara spinning og dizzy já, og svo bara svona var eins og ég er að geta erfitt að tala í svona og ég var að hugsa á ganginum þegar þetta byrjaði að gera ég bara ég er að deyja og ef ég er að deyja þá er ég ekki að fara að geta öskra verið hjálp ég var alltaf svona að testa röddinu mér bara til öryggis og svo kom hann að hjúkran og sótti mig og ég var eitthvað komin upp þá var mamma hana mamma bara leið mér að kveikja sjónvarpið fyrir og kom golf og ég lá hana bara fokkaði þér á því alveg þess að ég var að deyja og horfa golf svo mátti ég náttúrulega ekki að fara heim út af
hættu á lungan eða eitthvað, það þetta bara, eðst ég kom hann upp og sett súrefni í mig og ég eitthvað hana súrefni eitthvað á gólf. Það er sem motherfucker. Já. Og svo hann fekk ég að fara heim, sko. Og það stæði þá að þú drefst í bakinu eitthvað svona ennþá? Nei, ég var góður, sko, þetta var bara svona verkur á tímanu. Það veit svona lunga þetta slást á móti að fara í vörn. Já, útskýrir þetta eitthvað. Líkamanninn að fara í fulla sjokk og eitthvað. Já. Þetta er bara lemjandi lækna Já, lemjandi lækna og svo fer ég heim og segir, sko, ringi Hrönn í mig, ég man ekki hvort á 20 setna og segir bara, ringir mig gett ánægð og segir bara, þetta er eins og ég held þetta væri þetta, eiklakrabbamein sem er svona Hodgkins og ég bara, hún bara segja hún var gett ánægð með mig, hvað ég væri gett jákvæður yfir þessu öllu og ég bara, svo segja hún bara, þú hittir svo samstarfsaðalega minn upp á Hringbraut núna og höldum áfram þaðan. Hvað, meiri myndaglegar og Nei, þá var ég orðinn greindur, sko, og þá fer ég að fá að vita hvernig meðferðin virkar, sko. Fuck, maður. Þannig, þetta þannig að þú veist, þeir segja þér, ok, nú ertu að vera kímó eða eitthvað svona? Já, svona, ég var að fá að vita hvernig meðferðin mér virkar og ég eitthvað, ok, förum hana daginn eftir og við mætum hana bara Hringbraut og ég átti að fara í blóðpröfu fyrst. Já. Fór í blóðpröfu og svo hitti ég sem sagt Signý og einhverju hjúkru með henni sem var að fara að vera hjúkran mín yfir alla meðferðina ég er bara með eina hjúkru sem sér með alla meðferðina. Nice. Er hún cool, eða? Já. Nice. Fucking, hún veit hvað ég hata nála mikið, sko. Já. Svo ég fæ alltaf ég reynda að kemma þennan part af þetta, sko. Okay. Og já, ég hitti hana og hún er bara eitthvað hún er bara eitthvað að segja mér, skilju, bara tala krabbamenni mitt og er að sýna mér svona goodie bag og kraft. Hvað Maggi Mix goodie bag, ja? Þetta er bara svona goodie bag með svona bók í sem sendir fuck, ég er með krabbamenn. Það er ekki gott, maður, það er truly íslenskt. Já, við húfu og okkar grími í og sokka og eitthvað. Það er að segja að fá merch. Það er eitthvað Cancer Boy merch, eða? Já. Ég var bara, Svo var hann bara eitthvað útskýra bara, já, þú fer hérna og inn á deild og þetta eru 12 meðferðir. Já. Svo ég er alveg búinn, sko, ég er búinn í febrúar, sko. Já, þetta er, hvað er þetta þá? Næstu hálft ára eitthvað smurt í þessu? Já. Shit. Já, þetta eru 6 mánuðir, sko, í heild. Já. Og og hún eitthvað, já, þú ferð hingað í meðferð og ferðan inn og hjúkana sýnir mér deildina og bla 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 og þú segir bara, svo segir hún að þú sett í lyfjameðferð, hún segir bara, þú ert í lyfjameðferð, þú ert gefin svona mikið lyf og ég bara útskýra gett mikið. Já. Og ég bara, ok, skilju, fyrir þú sér krabbamenn í myndi með eitthvað, þá bara lítur út þess að ég sé að fara í aðgerð og sé að fara að leysa það með eitthvað. Það var það í gangi gennum hausinn á mér. Skerur upp eitthvað, þú veist, á handina eða eitthvað. En svo var þetta bara eitthvað skýtlétt, skilju. Þú veist að fara í það kímó sem þú situr svona og nálið þig og eitthvað. Já, ég mætti hana og maður fer að deginu strax eftir held ég með þess að það var bara að byrja þetta strax og það heiti hjúkurina og hún eitthvað, það var ekki til svona lausi bekkir. Það eru svona, ég myndi að svona, það eru kannski svona 5 svona stofur. Já. Og með svona stólum í get svona cozy stóla. Já, akkurat. En það er bara gamalt fólk hana, sko. Já, þetta er alveg svo í Breaking Bad, maður. Ég er svona eini ungi strákurinn. Allavega hann sem mætir á 50 dögum, skilju. Já. Sem ég veit af. Svona mætir þau eitthvað fyrstu degi, það var bara eitthvað 6 ára krakkar. Og þú bara eitthvað, fuck. Bara fuck, ég held að ég væri þetta er líka, ég er svo ungur, allt gamla fólk er alltaf að horfa á mig. Já. Bara shit. Ertu ekki búin að hafa eitthvað klikkað samræði með ykkur? Ég er bara búin að hlusta á ykkur gamlega að tala um þeir sem er þess að monta sig við hvaða mynd er með heima þessar DVD. Damn. Bara hvað, ég er með þessa heima á DVD, já ég líka. Gauð, þú verður næsta fan og eitthvað, þú veist. Hvað, þú veist, hversu marga gæla hafa þeir í? Hvernig krabba mér þú? Já, ég var að comparing. Ég tala alveg fólki, ég kem alltaf, áður en ég fer inn í stofu til að fá lyfin, þá þarf maður alltaf að byrja í kaffistofu, þá getur ég hjúkaðin kallar það og ég labba alltaf inn, þá er alltaf gammalt fólk ég bara eitthvað góðan daginn, skilju þeir eru alltaf bara eitthvað góð daginn. Já, maður er ekkert svona, vilja kannski ekki spjalla þar. Já, ég sest yfir niður og fyrir bara síma með, sko. Já,
gamalt fólki alltaf þessi deild ekkert mikið tálketifi sko, samt Ég held að þetta myndi vera þannig eins og myndunum það eitthvað gátt kallir hlina og alveg You're so young Já, þeir tala bara við hjúkrunum sinni skilur allir og svo allir bara for themselves sannar skilur alltaf í iPoduna sínum og Já, það make sense bara að gera eitthvað svoleiðis en ég fæ það var ekki til neitt laus fyrir mættina fiskiti svo ég fekk rúm þess að það eru 2 herbyggi sem eru með 2 rúm og 2 rúm en þetta aðalega held ég bara fyrir fólki sem hann í fucking langa tíma eða má ekki setja svo þarf að liggja en það var laust rúm svo ég fekk að fara það í rúm í fyrsta skiti í meðferð og hún ég lá hana og mamma fekk koma með mér og hún útskýri fyrir allt vinur mig þá þurfti ég að taka hún gaf mér 4 stera og svo bara verketöflur og fulltökur svona lífjum sem ég þurfti að taka fyrst bara glasi Var það bara 20 töflur eða eitthvað? Já, ég held að það verið svona 10 Já og svo bara svo settur hann í með æðalegginn feila í fyrsta skiti Son of a bitch svo eitthvað annað þurfti að gera og svo hann fekk ég lyfin í mig og hún útskýra fyrir meðferðina og þetta sérst 4 lyfi, ég held að það tekur 2 tíma sem var að dæli mig og ég lá hana og gerði þetta í 2 tímum og ég var að gett bara wow, bara cool skilur mér fannst alveg gett svona spennandi eitthvað bara fyrst skipti bara ekki spennandi bara gett spennandi svo var eitthvað útskýri fyrir mig svo myndu fá hann að lyfjabrun á hann og kemur næst fara í aðgerð að fá lyfjabrun hvað það? Skal sína hans ok og ég bara byrja að útskýra fyrir að það var að dælt lyfin hérna í minnum og það var svona brunnur sem stingi og þá hélt ég að vera svona krani sem myndi koma henn út kranu og það myndi bara svona tengi já bara svona sett svona USB-kuppin já bara eitthvað svoleiðis og ég hann shit aðgerð ég hef aldrei farið í svoleiðis aður og þá kemur að hann aðgerðadeginu sko þá var ég fastandi og ég var fokk stressaður sko fyrir ég frétta að ég var ekki fyrir að vera svæfður yfir aðgerðina og þeir að skera hérna og svo þurfa þeir að vefja hana hérna nýður eitthvað inn og ég ligg hana uppi og búin að fara í svona sundu og svona nærbuxur svona úr einhverju bara svo plástra nærbuxur þetta ekki diapers eða eitthvað þetta bara svo bara plástur bara við plástur þetta og ég ligg hana og svo kemur konan inn bara með blað og segja ég samþyggi hérna ég samþyggi hérna ég var hana bara í hausnum mínum bara af hverju að gera þetta skrif auðvitað samþyggi að ég segi ekki verið hana svo var ég í hausnum mínum fokk, hann langar ekki skrifa undan hann langar bara að fara og ég bara, en ég þarf að fá þess að pröfu það stendur líka hana bara já, þú samþykkir það að þú setja ekki að fara að kæra okkur eða eitthvað fyrir rátt og alltaf svona maður bara þú samþykkir það að þú veist að læknirinn munu gera allt sem þeir geta gert ef allt fyrir vitlaust og eitthvað það var svona að láta mig snúa í burtu fyrir að vera að lesa þetta en svo er ég bara, skrifa undan það verður að gera það ekki bara... já, veist svo setja ég að borði og kemur kjúkran og sækir þetta svo segir hann, já, svo kemur læknirinn upp sem fyrir með aðgerðina og hann eitthvað merkir því og spjalla við svo var búið að liða svona 2 tíma og hann kemur upp og hann eitthvað kemur og slæri baki að mér þess að hinn læknirinn gerir sæll Jóhannes bara, ég eitthvað blessaður, hann eitthvað stressaður ég eitthvað, já hann eitthvað hann kemur hérna og merkir hérna og hvað með tús eða eitthvað? já, hvað með tús svo er hann eitthvað algjörlega svo segir hann eitthvað vonandi þetta gengur allt vel bara og ég bara eitthvað, vonandi í hausnum minni skilur það bara að gera mig ennþá að vera stressað af því hann brosti bara og labbaði út now I got this kid's done sækja hjúkruna af einhvern þriðrum svo 10 mínútur setna kemur hjúkran hún eitthvað, viltu vera í hjólastólu, viltu að labba bara sem sett neyri aðgerða herbyggji og ég eitthvað labba bara svo ég var búin að fá svona sundu ég var í sundu svo þetta nærbuxur hana svo fikk ég aðra sundu það var svona flottari það var svona grá og var eins og ég var að fyrir klippingu sem setja framan og ég eitthvað að labba þannig að ég labbaði henni í stígan og mér leiði eins að væri tónlist í gangi í bakgrunnum bara eins og ég var að
það var gett skrítið Já, það var bíómynd Já, ég bara að labba niður svo bara að slæta hurða Star Wars svo labba inn og það svona fullt af aðgerðaherbyggjum ég lítið þetta hæra vinstri það bara svona aðgerð í gangi þarna Hvað ekki gaur búið að taka chest ég sé bara þeir alltaf hjúkrun líta mig ég líta hann inn ég geta lítið hann þetta herbyggju svo bara labba hann undan mig og kemur svona hérna það labba inn, það svona 7 hjúkrunar í þessu herbyggi sem fyrir aðgerðina heili á borðinu eða eitthvað þú eru að fikta með hann Já, bara eitthvað svo ég er að segja bara svona hæfi alla og svo bara eitthvað hérna, leggstu hérna á bekk eða sestu og leggstu svo á bekkin og það var svona púði svona bara svo fótur á mér sem þetta að fara á milli baki og ég þarf svona að liggja á hann og svona Já og ég var gett confused, ég held að ég var að segja mér að liggja hann hlið og klemma hann á milli baki Já svo ég var eitthvað hann að liggja hann og þeir eitthvað nei það var eitthvað að reyna að leiðir þetta mig og ég var náttúrulega ekki stressað, var ekki að hugsa og svo er bara eitthvað náður svona liggja með baki eitthvað, svo kemur hann að tengjaði mig og ég heyri bara í hjarta mitt fuck yfir allt herbyggi byrja ekkert að pæla í því eða svona verður hrar og hrar ég bara eitthvað svo segir hann kemur hann með blað hana veistu hvernig aðgerð þú fara í við veitum hvernig aðgerð þú fara í bara svona láta hann vita að ég sé ekki að segja þeim bara hvað ég að gera og ég eitthvað, já, lyfjabruna aðgerð þeir eitthvað, já og eitthvað þeir sjá bara hversu stressa ég er og bara reyna að róa mig niður og hún bara eitthvað, herði, við erum að fara að leggja niður og það bara var ég bara, nei Já, bara strax bara, þetta var mikið ég bara eitthvað lág hann og ég svona horfði hún ekki að þetta er alltaf lægi, þú veist þau voru aldrei að reyna að róa mig niður, hún hélt í hendina á mér og ég bara eitthvað þú veist ekki hversu oft fólk feilir að setja legg í mig þessi kona var bara eitthvað ég fann ekki fyrir þessu sko Sess ekki alveg, smertpassaði sko Já, og svo var ég bara eitthvað svo gáði mig líf inn og þarna svo bara ég fekk sérstætt kærileysi lífin og svo allt í henni byrjar hann eftir ég fekk þá byrjar Here Comes the Sun að spilast í útvarpinu Nice það kveitaði Got the sun, I'm walking into the sun, I'm dying ég hló sko ég fara eiginlega upphátt og þeir sáu það bara að þetta var bara get steikt moment og svo bara nokkaðist í út Nice þá þurftir ekki að vera vakið með þetta fucking þegar þeir setja USB kuppinu svo vaknaði ég samt alltaf inn að milli Já, það var bara búið að setja teppi að búið að setja svona fyrir og ég eitthvað spurði bara svo þá heyrði ég læknirinn að vera komin skilju skurðalæknirinn og ég heyrði hann var eitthvað að djóka og allir eitthvað hlæja ég bara eitthvað hlæja mig það var eitthvað cracking jokes með hann var eitthvað að skera mig skilju ég svo eitthvað var að gera Það finnir mér að lækna þeir geta ekkert verið að taka hjarta á þeir og svo bara þú veist, ég verið að djóka það Já það var röglega að gera sko svo hann að vaknaði ég og þá bara að vera að sauma mig skilju ég eitthvað búinn þeir eitthvað já ég eitthvað vá hvað það var fljó það er eitthvað já og svo eitthvað þú stóðst ekki gett vel ég eitthvað já svo eitthvað rúlaði mig yfir og ég eitthvað þakkaði öllum fyrir ég var bara eitthvað eins og ég væri bara eitthvað átáfitt skilju ég eitthvað takk fyrir Takk vinir mínir ég eitthvað takk fyrir góða helgi svo hann að hjúkran sem hann var að sjá mig upp í ég eitthvað segði hann bara eitthvað þetta var ekkert vond, ég þurfti ekki að vera stressaður þetta var ekkert mál og svo hann að fekk ég skur hérna sko shit, já, getur séð hana já damn svo sérst ekki hana í lyfjabrunni það er svona kúla hérna sem kemur svona og það stinga í hann til að gefa mig lyfin sem er svona undir húð já, finnir þú fyrir kúlni þá svona? Já það þeir stinga bara alltaf í það til að gefa þér einna dótið bara já, núna fæ ég bara alltaf lyfjagjöfin en það er alveg vond sko ég fekk ég er búin að fá einu sinni eða fyrst sem ég fekk, mér fannst það vond svo ég er alltaf með lyfja ég set alltaf deyfiplástur klukkutíma fyrir lyfjagjöf já, þannig finnur ekki fyrir nice deyfiplástur, that's a thing já, getur farið í lyfjaapotíki mikið deyfiplástur interesting virka það á tippið en það er að prófa kom neða plástur á það já, líka ég glemt að segja, já, ég þurfti að fara það var líka sagt, fyrir ég fór að hitta þessu læknirinn hann veit hvernig lyfjagjöf er að fara í þá sagtiði mig, sko, að það eru líka ég get ekki átt börn eftir þetta, sko. God, þeir eru alltaf að segja þér eitthvað smá fyrir fucking aðgerðuna þeir eru eitthvað,
það eru líka að geta ekki átt börn eftir meðferð, út af þessa meðferð Já. svo ég þurfti að fara með sæði í sæðisbanka Hvernig var það? Þú þurftir að fara í þetta herbyggju og eitthvað Já, Hversu mikið þarf það að gera? Því, ég hugsa sko, ég held að það sé ekki ákveðum magn ég er náttúrulega bara, þetta geta óþægilegt það fyrir, þú lappar inn í það skrítið lykt og svona, það er basically svona það satt ekki bara gett svona tré og kemur svona og svona liggur hann og þetta að setja svona teppið hann I like that þeir fara með hann og svo ferða hann inn og svo bara að loka bara svo bara er þetta bara svona eins og little jail cell eða eitthvað bara já og svo já það er ekki að gefa þig klám lengur right það er bara sími það er bara sími sko. já það er rétti ég held þú getur ekki að fengja klámblað að byrja það sko. já maður ég held að sé alveg að gefa gamla kallana já 60 maður að koma að hverju miðvikudegi já og svo er það bara er ég gefið glas og þú fær bara hann inn og farið eitthvað að borga fyrir að eða þú ert ekki að gefa þú fær ekki borga fyrir að hann við pældum þessu í þessu vinninni já hvort þú getur fengið borga fyrir að gefa sæð þú fær ekki borga fyrir að gefa sæð á Íslandi bara yfir höfuð þú þarfst að borga til að gefa sæð á Íslandi that's how they get you sko you ain't coming for free baby borga sko til að gefa það er rukkaðir við erum svo handrukar að við brýtum fótinn ef við kemur ekki með sæðina sko. og ég er náttúrulega bara fokkin óþægilegt að ég rungaði með þetta glaskýri eru svona ljós svona LED svona inn í dátinu þinn í herbygginu það er bara svona litinn hann og það er svona gett dauft eitthvað já það er gott að ég nei það er alveg Mér er svo leiðilegt að ríði í einhverju svona brjáli ljósi eða runga með skilur þannig að allir sé að horfa á mann eða eitthvað situr hana það var alveg óþægilegt sko svo þarfst að labba svona litlu glugga og skila í þinn hvað er það KFC? eitthvað opnar og eitthvað skila hún eitthvað segja bara já þetta er nú en það verið betra að geta koma á morgun og skilaði meira já og ég þurfti að koma í bæinn daginn eftir og málið er ég var ekki svo neitt og ég var nývaknaður þetta var snemmu morgunin það er ekki nóg mikið að segja þá var ég var í klukkutíma sko ég átti að fara í meðferð sama dag og ég var alveg bara eitthvað fokk ég er að fara að missa meðferðinni alltaf mótið maður svo náði ég því surprisingly mamma var alltaf að senda hann bara gauður þetta ekki að fara að koma gauður að missa meðferðinna sko ég eitthvað gauður mamma þetta að senda mig maður er að runga mér mother og svo svo hann var það sko svo nokkur meðferðinni setna ég er alltaf gangið með þetta úr og ég er með háan púls er þetta svona púlsúr? þú getur séð bara þetta er Fitbit bara veist ekki sé púlsið minn akkurat að komst það ég er með háan púls af því ég er með blóðtappa í lungar líka já gaur ég er búin að glefa að komst það ég er náttúrulega með krabbamein í annað lunga svo líka mæninni hvað er mænan bæða? það er okkar hann að bakið skilju já er alveg neðast niður hann ekki jú. og alltaf því ég var að drepast í bakinu vinni þá er ég basically nær og nær því að vera paralyzed fyrir neðan fuck ég vekk svona rallega að sagða þetta það getur verið að rúlla inn hjólastóli sko en þannig að gæti það gerst ennþá núna eða? Nei ég held að æxlið sé dautt sko skynst mér þegar ég fór í jarðandaskannan þá sett það dautt og það bara eitthvað það er svo oft svona að þú sagðir og varst eitthvað mánunæst að fara til spílans tegur svona tíma það getur svo mikið gest skilur að fuck maður við kallmenn höfum fucking hægir bara eins og ég segi núna alla bara ef þið finnst að vera hvað fara bara til lækni sko. maður, það er bara eins og COVID skilur en ég held að sé enginn það góður í því sko bara eins og með spílunni Keflavík það er svo bad svona rap á honum mér líður aldrei eins og þegar ég fer hana þá mun þeir mun að finna út hvað er í gangi skilur og redda því já, sérst erum við búin að sjá fréttina með hingæðin að senda allavega hana í þess að hvað var það? lífslokaða meðferð wow, býttu nú við ég veit ekki með þetta það er eitthvað skúli hefði þetta verið búin að ég veit ekki hvers ég les þetta rétt skilur fuck it man, don't judge me skilur það sé búin að drepa ykkur að 6 manni skilur þegar ég búin að setja í lífslokaða meðferð þegar ekki að það lífsloka með það þegar sprauta eða eitthvað svoleiðis ég veit ekki hvað lífsloka með því sko, ég held að það er bara að þú tekur það on the back með bat ég held það basically sko. þessi gerur bara morðingi og hann er ennþá með vinnu sko. fuck já hann var sendur í enduræfingu bara á Landspítalan og hann er núna undir gæslu bara eitthvað að vera að fylgjast með hann og vinna sinna
ég meina það alveg gott Já, en gæinn það með vinnu það að drepa 6 manns En ég meina, við þurfum lækni, I guess Sannig hann klíka Þú getur dreipið fólk með sígarettum No, it's all good, þú getur verið læknir og dreipið fólk It's all good En þú veist það góð, ég og systir mér, hún tala hann gæða Hún sagði, það akkurat fullt af fólki sem eru svona serial killers sem sækjum og verða læknir Ég vil alltaf Dexter, nei, þetta er ekki Dexter en það er alls mikið TV Ég með það að drepa fólk sem læknir, It's all good, það er ekki læknir, það er ekki að questina Nefnum að byrja á Íslandi Og fara að þú snerta boltana hjá ungum drengum og bara, hei Guður, leið mér að tjekka hvort með Ístakrafn Guður með ég er 12 ára Þetta er sko, fyrsta skiti sko, þegar það var sagt að mig að fara að fylla Ístara mér og lækni, það er fucking óþægilega Ég lá sko, annars skiti en fyrsta skiti stóði Getur maður lá? Já, ég lá bara, hann eitthvað, leggstu En fyrsta skipti sko, það stóði hana bara Já, ég gerði það Ístar ákvæði og hann eitthvað, beigja sér niður Ég var ákvæð, þurftur að fara í þetta eða ákvæða að tjekka bara eða eitthvað fyrst skipti Nei, ég var eitthvað, man ekki held ég að vera að drepa bara í Ístum og ég held bara Ég byrjaði sko, veistu hver Arnar er, hérna besti vinur minn, hann er komið ofta á podcasti Hann er með eina eistu Já, ég held að ég sé búin að sjá hann Arnar Smári, hann ljósærigurinn en hann þú veist, sem sagt var með ég man eftir í svona 8. bekk og allt í einu, þú veist, alltaf maður í sundi með strákunum skilur, allt í einu var hann bara með huge eistu og ég bara, ok, skuti og svo þú veist, þegar við báðið komin í FS þá er hann að loksins checka hann á þeim og þá var hann bara með Instagram minn bara, nei, hann var með góð kynæsli, þannig að þú veist, hann var all good en þú veist, mitt eist á að byrja að vera hann skilur, aðeins svona hægri með miklu stærri eða vinstri, ég man ekki, þannig ég fyrir hann að checka og þú veist Gauðurinn gerir eitthvað þetta, feð bara nén og ég bara, hann er að fara að totta mig og ég er eitthvað að hugsa bara, þú veist, bara að hugsa með ömmu eða eitthvað skiljum Já, hugsa ömmu En það var svo bara ekkert mál, skiljum, það var bara eitthvað blúbli og Já, þetta er nefnilega ekkert mál, sko, við erum búin að gera þetta í fyrsta Tekur 20 sekundur eða whatever, skiljum, fucking En þú veist, svo þegar ég var lengi að klára samt, sko, í hann, sko og Þannig hefur farið til læknir sem ekki puttu bara þessi Hefur þú gert það? Já Fuck, maður Kom fyrir daginn, sko Daginn, bara? Já, ég hann að Já, ég var Every Monday, fyrir þið Já, veist Það var náttúrulega, ég fór náttúrulega út að háa púlsinu Þá komist það hann að ég fór í Sessat, hann að ég fór í skanna og þá hann að var sendt mig heim með hann að blóðþinnandi sprautur Svo bara til öryggis að ég var með blóðtappa Svo komist það ég með blóðtappa í lungun og ég gaf fuck Svo ég þetta að byrja að sprauta með blóðþinnandi sprautur í fytuna hennar Damn, bara sjálfur bara heima eða eitthvað Nei, ég er vil með að gera það sko. Já, og ég þetta að gera það og svo sagði hann bara klára þessar 12 sprautur svo fyrir að töflur, blóðþinnandi töflur í 5 mánuði og ég bara shit Það er ekki mikið svona sem þú ætti að pæla í þegar þú táð þannig töflum mátt ekki ávart skera þig Já, má ekki átt skera mig og ég þarf að passa þetta er svo, ég mani til þegar fucking bara blóna sér í styrtu og bara gef mikið eitthvað fokk fækstu blóðinu sig eitthvað mann bara Já, en núna er það ekkert maður þegar bara, veist ég verið í tölvunni að spila bara ég með pappir heldur að spila Það töflunar eða? Nei, ég set bara pappir í nefið fyrir að fæ blóna sér núna Ég er að spila, ég pæli svo bara ekki í þessu bara Ég ætla að borða pappirinn, Jali, why is he eating the paper? Bara ekki blóna sér Borða smá pappir, maður, það er allt sko Það hjálpar sko Já, og svo hann komst ég með blóðtappa og svo einhverjir bara nýlega byrja að fá verkina niðri þá var ég með eitthvað bólga í ristilin eitthvað svona Já, þá þurfti hann að sitja í rassiðin Já, þess þá vildi hann komast þá vildi hann að útiloka það að ég væri með ég fór sérst að danga hann bara, þú veist, átti ekki þessi tíma hann bara, ok, ég treði inn á milli þessa tíma Hann treði svo inn og hann að og kemur bara að skeiða fyrst ég hljóma ekki að verka þér í síman ég var að deyja sko Já. þetta er bara hennar niðri og ég bara fuck Gastu setið eða? Ég gæti ekki svona sofið sko Nei, fuck sko og hann eitthvað send ég fer í bæinn og ég hitta á hann og hann byrja að spyrja alltaf spurningar og hann segir bara já ok spyr mig út í þetta og byrjar að svona íta niður og finna og svo hann bara hvað við ætlum að senda þig bara í myndatöku og láta mynda kviðina þér og fullt okkur svona ég var hann held ég frá
nei, svo hann byrjaði samt á hinn hann eitthvað, fara bara fram og býta með hann með svona að hugsa, skilju, veist, eitthvað svo kemur hann fer með mig inn nei, ok, ég að ruglast ég hann að segja og við ætlum að láta mynda kveðina þér en hann að klukkan þá 11 held ég bara daginn eða eitthvað já, bara fyrir hádegi og hann eitthvað, en ég veit ekki hvernig hann losnaði myndatöku ég ekki búin að fá tíman í myndatöku svo ég fyrir inn á deild þar sem ég fyrir í lyfjagjöf bara og setjast einn að stóluna þar og fyrir þar að dæla vökva í mig svo að dælt vökva í mig klukkutíma og svo var alltaf, svo þurfti ég pissi í glas tvisvar fyrir það var eitthvað glas bara, ef var svona sínisglas já. hann og svo segir hann, kemur hann að deild bara eitthvað já, hann ég geti sett mækin aðeins nærri svona frá hann segir eitthvað kotaðis með mér eitthvað og fer með mér inn á stofu hann segir, hann útskýri hvað hann þurfti að gera hann sagði, þessana vildi ég frekar myndi gera þetta hérna inni því hann þurfti að gera puttan að mér fötuna sem ég er bara á bekknum og stólum og allt gamla fólki hann er ekki svo lækna fötun hann kemur bara í vellu fötunum hann alltaf útskýri fyrir mig að sína hátt hann bara já, akkurat setja puttan í fyrir rassina mér og ég set hana bara svona byrja svona að brosa bara að hlæja því ég veit ekkert hvað ég að gera eitthvað já, hann eitthvað svona brosti bara hann eitthvað bara að hann sagði bara trúðu mér skilju, veist ég vill ekki gera þetta eins mikið að þú vilt eitthvað fyrst fá puttan í fyrir rassina eða skilju eitthvað svona og ég eitthvað hann bara vilt sann skilju, veist að ég gera þetta skilju, veist ég sagði bara, veist, tók úlpuna mér ég meina, það er ekki að vera gert it's gotta be done og ég lá að svo bekknum hann útskýri, skilju, veist bara sett puttan inn, skilju og af því að vera að komast að hann hvort það veri blæðing í hæðir eða innri blæðing og ég bara, og svo tekur hann eitthvað og svo síni og ég eitthvað, ok, ég legg sá bekkinn og ég legg svona bara svona með svona rassin svona alveg grúpað saman hann eitthvað, nei þú ert að vera svona ég þetta leggja svona gotta open up, sko og svo bara þetta var ekkert létt þetta var svo hann svo kom hérna og svo bara hristan what? og ég var hann bara já þú getur útskipt fyrir myndanlega eina stökuðu hvernig kemur það og bara hann var bara hérna og svo bara og ég var hann bara já hann eitthvað, ég er alveg búinn og ég var að svona fyrir að kúka puttan á mig sko. af því þú finnir bara fyrir allt inn í raskatinu bara og svo þegar hann búinn hann eitthvað og ég svona snými við þetta og gera það niður þá var hann á borðinu með sína eitthvað svona með svona vöka til að taka ég eitthvað hana finn fyrir allt þetta lúpdæmi en þá hann á raskatinu og ég eitthvað hana snými við og ég eitthvað sest hann eitthvað var það vond ég eitthvað þetta bara fuck skrít ekki ég á traumatæð sko já maður það er ekki fyrsta ég útskýrði bara sem að ég var að fyrsta sko og svo satt ég hann og bara ná andanum mínum bara svo var hann bara eitthvað þú búin að pröfa svo mikið að svona lækna sér núna bara gegn maður þessa mánuði þú búin að þurfa að gera allt bara út af þessu sko ég veist að þetta er eins og við fórum í jáandaskanna sko ég er búin að fara í jáandaskanna það er fyrir ég kemst staði, ég skilju hvort að karlmenni sé það lifandi þar komst ég að því sko að það væri ekki virkt lengur sko en þú veist hvernig það virkar þú ferð inn í þú veist maður fer inn í svona biðstofu og það er svona slæthurð sem er svona ramastýrt og það bara takkir mig hjúkur út og kallar að þig þú fer einn sem bara það er svo Star Wars já og svo er ég leitt inn í svona þá kemur svona hólf og það er svona rúm en hún fer fyrst með einn herbyggja að læta að tjekka á blóðþrýst sigur hvað sem þetta kallast blóðsigurðin og stingur þig og bara okay. Svo bara þarf maður að skipta yfir svona svamp yfir svona ból læknisból spítala og svo ferði inn í svona hólf og leggst þér mig svo stinga þér þið setja æðalegi en ég læti alltaf setja æðalegi mig hérna fyrir ég finn ekki raskat fyrir því og svo stjælir þér geislefni í svona mínúti geislefni? Já, bara svona radioactive efni og þeir koma með það fram svona íta eitthvað svona drasli fram og svona pumpu þeir bara
svo hann að kveikja á þessu svo bara það var að stæli í því maður bara hana og svo ferði inn og svo þetta á að svona leita upp það krabbamenn inn í mig já, akkurat ég er búin að fara í svo mikið að svona sitt sko. Ég fer í næsta jarðendaskanna sko eftir næsta meðferð það fæ ég vita meira skilju hvort það sé farið meira ekki þú veist þannig að hvað er staðan núna skilju krabbamenn svona er það óvirt núna ennþá? Já ennþá óvirt sko ég er bara búin að fyrir 1 í áhandaskanna sko. Ég er búin að fyrir 2 og það var fyrri til að ná myndina í svo náttúrulega nummer 2 já, tjekka það svo núna er náttúrulega fyrir nummer 3 til að sjá hvernig það verður meira sko. Shit maður hvernig er svona þú veist að ég veit að þú erum fucking bored síðustu mánuði, right? Já Því bara heima í fucking tölunni og jú fuck maður þú veist ég getur okkur að fara út en ég má það en ég kýs bara ekki að gera það út af COVID já, ég meina þessum fucking tíma maður þetta er eins og fyrir ég hitta Óla skilju veist hann þarf að vera hitalaus já allir sem ég hitta þarf að vera hitalaus þú veist alveg hitalaus ég meina ég er ekki búin að segja það en ég er búin að vera góður sko ég er ekki veikur á neitt sko ekki þess ég er ekki sjálf búin að hitta eða neitt sko ég eitthvað 2 daga þannig að ætti að vera prísið sko fuck maður ef pottið drepur þig sko svo fæ ég COVID út af þér og anskotin maður þetta er svona final moment sko þetta er klikkuð saga að hefa mér og ég bara vonaði best allan á næsti mánuði með að fucking að checka aftur og svona já fucking ei sko við erum búin að vera alveg going for a while sko eitthvað svona sem við tala svona síðast ára klárum held ekki sko ég held að það sé samt allt karma fyrir mig sko allt karma? Hvað gerur eitthvað bad shit eða nei ég hef bara alltaf ég hef bara ekkert verið alltaf góð manneskja skilur og ég verði reynda að spyrja þetta þú varst alltaf á hopp í annað samband aftur eitthvað þegar ég var vinniðinn svona hvernig núna, ertu með kæristu eða eitthvað svona? Ég er búin að kæristu í langa tíma sko 2 ár 2 ár, já, það var bara saman stelp og varst með þá bara eftir að hittið síðast bara það sko hvað heitir hennar stelp? Jóhanna Jú já, það var það sama sko ekki með, setja þetta á Jóhannu hvernig er, þú veist, getur við hist og svona eða, já, hún býr heima sko já, ok maður, hún þarf að díla með allt já, þú veist, hún ger allt fyrir mig sko hún bara elda fyrir mig allt sko fucking hey maður, Jóhanna ég er bara hvað, múið ekki elda sko ertu ekki að nota það allt núna ég kennst ekki bíó sko, ég er að cancer ég nota það svo lítið þarna já, ég vil ekki gera þetta við krabbameina ég til það bara að segja fara það já, það er svona fokka þér upp sko, hún nota það ég er alveg áhuga fyrir því svona, ertu múin að fá eitthvað pening út af þessu er eitthvað svona þeng þú fara eitthvað styrk eða eitthvað skilur já, ég er náttúrulega hætt að vinna og þá er bara ég var að borga í verkefliðlega sem heitir Ebling sko þeir borga mig núna sko svo ég er að fá 200 skall frá þeim svo fæ ég sjúkradagspeningar hvað er það mikið? það er svona 90 skall svo ég fá svona 290 á manni nice man bara við það þú bara fína launum með þig já og svo veist eða þú veist náttúrulega Eblingurinn ég fæ ekkert endalaust frá þeim sko það endar held ég í það endar eiginlega bara í febrúar sko það ég átti inni til einn sko þú veist þess að ég er hjá verkalýs og sjómannafélagi en Ebling er tengt því right? You're pretty sure sko Ebling er svona ég veit að Ebling er svona fyrirtækjar svolítið hrætt við Ebling eða ferð til Ebling með svona hey, base parking er þetta til dæmis þá getur þeir þú veist fucka fyrirtækinu og borga þér ég veit eins og eða þú ert í vinnur ég veit ekki mikið í Ebling sko ég veit ekki mikið ég lærið þetta sem verslustjóri sko ef þú ert að vinna ykkur staðar take notes krakkar og þið fokka eitthvað í þið skilur gef ekki launasegl eða kannski borgar og líti ef þú fer með þetta Eblingu þá mun fyrirtæki landi í djúpum skít og þú veist þú munt fá hana pening tilbaka mun tökulega reikinn þeir tölu þetta þegar voru að kenna manni að vera verslustjóri er að sem eins og þú ert alltaf að vinna eitthvað 4 daga viku svo allt í nært er ekki að gefa vaktir þá getur þú fattir Ebling og vera bara what the fuck og þá farið borga fyrir þessa vaktir og því fyrirtæki með ekki bara að taka vaktina frá þeir og eitthvað svona it's a cool loophole við erum að gefa þessu people svona eitthvað til að gera annars, já það er gott allan á í fínu lagi með ég held að þetta sé líka bara allt karma sko já, ég verður þetta ekki sagt af henni sko en þú ert ekki svo döðu skilja nei, ég held að þetta sé bara svona svona warning já, bara líka vekja mann skilja bara já þetta er bara ég held að þetta sé bara vekja mann skilja bara
Hvað svona vonda séð sem þú varst að gera? Ég var bara alltaf leiðilegur og Er það? var leiðileg við ákveði fólk skilur sem ég hefði gett að vera leiðileg við og gerði ákveði fólki eitthvað sem ég hefði ekki gera skilur. Já, feel you maður. Mér finnst það gott að allan að heyra aftur frá þeim að ég finnst alltaf gaman að vinna með þér Óla sko. Já, það voru bara að koma að vinna með ykkur í alvörinu. Já, oh god, Jesus. Þegar þú sagði það, ég alveg, well of course you can. Ég sagði líka við eigendur á fyrirtækinu minni. Ég sagði hann eitthvað, ég fekk eitthvað ánum vissum hvað þetta væri skilur, hvernig ég sagði hann eitthvað, ég fekk eitthvað frá álveri sko. Hann eitthvað, nei, ég búin að vinna hann þessu stuttu tíma. Ég eitthvað, já, I guess. bara, veist, maður hugsaður álver eitur, en þú ert alltaf með gríman í henni sko. Já. En þú veist, súrálið alveg eitra, en þú veist, ég held þú sérst ekki að fara að fá krabba. Það er að fara að vinna aftur þannig þegar þú veist, þegar þú ert búin að líða þessu. Já, í februar þá ég var náttúrulega búið með þetta allt þegar gengur vel og svo fer ég fyrst til útlanda. What? Svo fer ég að vinna. Ok, þannig að þú veist út að líta og fer kannski að vinna í mars eða eitthvað svona. Já, mars. Hann veit að ég sko, hann bara laka til að fá þetta að vinna sko. Er þetta eitt hrættur að fara aftur í þetta súrál og eitthvað fucking verður verra eða eitthvað? Já, veist, við erum alltaf, ég veit fyrir að fara að vinna sko, þá er ég að fara í ílagnanir og þá er að skera upp steypu og Já, það verður ekki inni og eitthvað svona. Jú, ég verður að gera það inni alveg sko. Já, skera upp steypu og veist, það er ekkert erfitt að vinna hana sko. Nei. En það kemur í, ef þú ert að vinna inn í alvegni sem bara svona 50 stegi hiti fyrir svona, þetta er þessi í sumar eða þessi 20 stegi hiti úti 75 stegi inni. Já, það er bara eitthvað svona og þú ert kannski að skera upp steypu svo ert að endur steypa og maður bara hana bara, en maður líður fokkin vel eftir daginn, allur fokkin sveittur og ert að fara að vinna fötunum og ert að kæra heim og þið líður bara gett vel bara líður þessu peninga. Ég hef unni oft, þú veist, sem að take ditches og eitthvað svona en ég bara ég svona ákvað ok, það ég ætla aldrei að vinna með þetta aftur af því ég vil ekki vera fertur og bara brotið bak og eitthvað ég ætla bara að tala eitthvað og síðan það goes maður ekki bara takk fyrir að koma maður og ég vil fá aftur sko, ég að fara að stúdíó í bænum ekki gana máttu drekka maður ég held að ég sko, út af öllu lyfjana, sko, ég náttúrulega tek lyf á mótnana og tek lyf heima svo ég held að ég megi ekki drekka út af lyfjana sem ég þarf að taka heima en ég má drekka í februar. Ok, á tökum podcast ég að fara í sko stúdíó í bænum, ég var hann að uppkast.is svona símin á þetta og ég ætla I wanna do a lot of svona crazy shit drunk podcast og svona you know, we'll get the cancer boy get the cancer boy ætla að fá þér ná tattoo eða eitthvað það er að fá mig cancer Ok, bara, Jói, takk fyrir að koma. Er eitthvað svona pluggað, við getum fullt þér eitthvað staðar eða eitthvað? Erstu með eitthvað, erstu ekki social media eitthvað? Nei, ekki mikið, sko. Nei, annars sko þig með. Ég er mjög lítið á því, sko. Þú verður að byrja TikTok. Gauð, ef þú myndir byrja TikTok. Ég ætlaði að byrja TikTok, sko. Ég hef búin að plana að geta svona, ég var að tala á Óla um þetta, ég var búin að plana svona epic stuttmynd TikTok, sko. Okay, I don't know how well that'll work, but you know, fucking ég er búin að sjá þetta allt fyrir mig hausnum sko. Hversu langt það hafa? Hvað ekki 10 mínútur myndband eða eitthvað? Nei, ég held að það verður bara svona mínútur bara klippa já. Bara gerist allt Það sko, ég er að segja það, ef þú fer næstu verður kímó eða eitthvað, þú veist, en að settu myndan fyrir fram að þig og ertu bara eitthvað svona og settu eitthvað live eða a lot of mikið of views að því að bara little rockstar ok, já, gerða það maður þú ert hérna og kannski þú setur spraytan í því og það er go little takk fyrir að hlusta á poddi þú getur fundið okkur í links in the description allstaðar, check it out